sæl og velkomin í helgar stundir. Að þessu sinni ætlum við að fjalla trú, von og kærleika. Páll postuli víkur að því í sínum skrifum að þetta þrennt séu varanleg gæði sem við fáum í samfélginu við Jesú. Og þau eru táknuð með hjarta, krossi og akkeri. Í þessum þætti ætlum við að fjalla þetta þrennt og taka táknin fyrir og sömuleiðis hugtökin. En áður en við höldum lengra skulum við signa okkur og biðja saman. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd til leiði mig út og inn, svo allri synd í hafni. Amen. En inn í kirkju hún Kristín Birna Óðinsdóttir og hún ætlar að syngja fyrir okkur fallegt lag sem hún tileinkar minningu móðursystur sinnar sem að lést nýverið, Birgittu Jónsdóttur Klassen. Gjörðu svo vel. Mér langar að syngja þetta lag, A Power of Love, sem var vinsælt á 8. áratugnum, af því þetta eitt svona sterkasta lagi sem að fjallar ástina og af því það hefur svo margt breyst þessa síðustu vikur og mánuði og það sem að kannski hefur verið kannski erfiðast að horfa upp á það að fólk það getur breytt ýmsu en þegar kemur að því að kveðja sína nánustu að þegar því er breytt líka þá er það orðið svolítið svona mikil og erfið breyting og móðursystir mín, hún kvaddi núna með mars og mér langar að tileinka henni lagið því að hún sem sagt í gegnum sín veikindi og svona sína síðustu göngu í þessu lífi að þá var hún í því að deila alltaf einhverju jákvæðu á samfélagsmiðlum og í kringu sig, alltaf að senda út jákvæð skilaboð og slíkt. Þannig að mér langar að tileinka henni og öllum öðrum sem að standa í þessum sporum þetta lag og það heitir sem sagt The Power of Love. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep but at bay. Love is the light scaring darkness away. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful, sparkling like flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy, rushing in
Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flames unburned desire, love with tongues of fire, purge the soul. Make love your goal. Oh, oh, Við þökkum Kristínu fyrir þennan fallega söng. En víkjum þá að voninni. Vonin táknuð sem akkeri og akkeri jú notað til að halda skipi stöðugu jafnvel út á rúmsjó. En notkun þess sem trúartákns á Eva rætur sínar að rekja til orða Hebreabréfsins þar sem talað okkar sælu von og það segir þessi von eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugg. Það talið að akkerið hafi orðið tákn kristinna trúar strax í frumkristni á fyrstu öld. Og í rauninni í samhengi þess að hinnar ofsóttu kirkju þá það bara rökrétt. Því að á meðan veröldin leikur á reiði skjálfi í kringum mig, meðan ég og vinir mínir eru ofsóttir og ógnir steðja að okkur, þá held ég fast í þetta akkeri sálar minnar sem Jesús Kristur. Vonin sér fyrir sér betri heim og betra ástand en það sem við búum við og í því styrkur hennar fólkin. Vonin hæfni okkar til að geta hugsa jákvætt til framtíðarinnar. Hún eftirvænting fyrir því sem morgundagurinn ber í skauti sér. Vonin tindurinn í huga fjallgöngumannsins þegar hann klífur fjallið. Og vonin drífur björgunarmanninn áfram í leita að týndu fólki. Vonin lífsnauðsynlegur drifkraftur. Vonin jafn mikilvæg og heyrn og sjón og öll önnur skynjun, því án vonar gerum við ekkert. Og vonin segir okkur að fyrr eða síðar létti til. Gísli á Uppsölum orti ljóð sem lýsir hinni kristnu von sem gefur styrk á erfiðum stundum á einfaldan en áhrifaríkan hátt. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar, þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottin lýstu mér, svo lífsins veg ég finni, láttu ætíð ljósi frá þér, ljóma í sálu minni. Og nú ætla kórsystur og kór Lindakirkju að syngja lagið Guð eftir sóknarprestin okkar Guðmund Karl. Hann bjartur
krosstáknið. Það minnir okkur á kjarna kristinnar trúar, að Jesús tók á sig synd heimsins á krossinum. Við notum krosstáknið mikið, við signum okkur og við sjáum krossa tróna upp á flestum kirkjuturnum heimsins og grafir látinna eru einnig flestar merktar krossi Krists. Krossin var auðvitað hræðilegt aftökutæki sem var notað til að taka fólk af lífi á hægan og kvalafullan hátt. Og því eðlilega þá var það ekki mjög vinsælt sem trúartákn fyrir kannski á 4. öld. Og það mun eiga rætur að rekja til þess að Konstantín Rómarkeisari, hann tók þá kristni, lifði kristna trú og lagði á áherslu að krossinn væri gerður að sigurtákni. Og það tók ekki langan tíma að krossinn yrði eitt útbreiddasta tákn kristinnar trúar út allan heim. Trúin er eitt af því sem við ætluðum að fjalla í kvöld. Og í Biblíunni er vitanlega mikið talað trú. Í Hebreabréfinu skrifa Páll postuli að trúin sé fullvissa það sem menn vona. Sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Eigi er auðið að sjá. Því það við séum að fylgja í blindni og algjörlega órökrétt. Nei, alls ekki. Því hann tekur svo dæmi að trúin sé líka að sjá fyrirheitin sem hafa ræst og hann tekur mýmörg dæmi aðra sem á undan eru gengnir, en trúin er líka að trúa því að Jesús sé sá sem hann sagðist vera, að hann sé ljós heimsins, að hann sé vatn og sá sem drekkur af því vatni muni aldrei aftur þyrsta, að hann sé brauð lífsins, góði hirðirinn og að Guð elski okkur það mikið og þekki okkur eins og talað í Biblíunni, svo vel að hann viti jafnvel hvað höfuðhárin eru mörg. Með öðrum orðum, við erum Guðs börn og Guð elski okkur meira en nokkurt foreldri. Við getum ekki sannað þetta, en við getum trúað því og lifa í þeirri lífsbreytandi afstöðu að við skiptum máli og við eigum að bera þessa elsku áfram. Og það hefur haft góð áhrif í lífi margra. Og nú verður sungið það og það er lagið Hljóður sem að Andrea Bóel Bæringsdóttir syngur, með henni eru félagar úr kór Lindakirkju og Páll Pálsson á bassann og Óskar á flíilinn. Gjörið þið svo vel.
lokaorð 13. kafla fyrra Kórinthubréfs eru svona: en nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Og eins og að vikið að hér í upphafi þá eru trúin, vonin og kærleikurinn táknum með krossi, akkeri og hjarta. Og við þekkjum þetta hjartatákn mæta vel. Við erum að senda þetta í textaskilaboðum, við sjáum hjartaði á kökuskreitingum og svona ég hjarta þetta og erum að senda þetta tákn út og suður alla tíð, og það á djúpar rætur. Meðal annars grísku heimspekingjarnir nefndu þetta að hjartað eða brjóstið væri tengt heitum tilfinningum og kærleika. Og þetta auðvitað líka í goðafræðinni, þar sem að ástarguðirnir Amor og Kúbit sendu ástarörvar sínar í hjarta fólks svo að það varð skotið hvert í öðru. Og í kristinni trú hjarta líka mikið notað sem staður heitra tilfinninga. Það að segja allavega í Gamla testamentinu, þar sjáum við til dæmis í Davíðssálmum, þar bæn þar sem segir: skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér að nýju stöðugan anda. Þetta einlæg bæn einstaklingsins til Guð sem að biður Guð að skapa í sig hreint hjarta, það að segja endurnýja tilfinningalífið sitt. En þegar Páll postuli talar kærleikann, þá hann ekki að tala ást í merkingunni að vera skotin í einhverjum. Það orðið eros. Hann ekki að tala svona vinarþel manna á milli, það að segja svona vinaást sem við segjum stundum að sé platónsk ást. Það var kallað fília, heldur orðið sem að Páll notar agape, og agape svona hæsta stig ástarinnar. Agape ástin sem Jesús notar til að elska okkur með. Agape ástin sem gerir engan greinamun á fólki, á stétt okkar eða stöðu, aldri okkar eða kynjum. Agape ástin sem við eigum að þiggja og bera áfram. Agape ástin sem við eigum að elska hvert annað með eins og Jesús elskar okkur. Þess vegna kærleikurinn mikilvægastur. Og þess vegna segir Páll að kærleikurinn sé mestur. En heyrum svona aðfarar orðin að þessum svona hápunkti að kærleikurinn mestur úr óðnum til kærleikans sem að Áslaug Helga ætla nú að lesa fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Ég les úr fyrra Kórinthubréfi, kafla 13, óðurinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum, manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deild út öllum eigum mínum, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og nú ætlum við að heyra textan sunginn. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég sem hljómandi málmur
ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég sem hljómandi málmur eða hverflandi bjalla þótt ég hefði spáð og skáður vissi alla leyndardóm og æði alla þekki en hefði ég ekki kærleika þá væri ég ekki neitt kærleikurinn langlyndur hann góðviljaður öfundar ekki breiðir yfir allt trúir öllu vonar og ber allt þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika væri ég sem hljómandi málmur eða hverflandi bjalla þótt ég hefði spáð og skáður vissi alla leyndardóm og ætti alla þekki en hefði ég ekki kærleika þá væri ég ekki neitt Biðjum saman bæna sem Drottinn kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgi þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Góði Guð, takk fyrir jörðin okkar. Takk fyrir Ísland. Hjálpaðu þeim sem eru veikir og hjálpaðu læknunum. Góði Guð. Guð, við þökkum þér fyrir landið okkar. Takk fyrir náttúruna og auðlindirnar. Hjálpaðu okkur að hugsa vel það sem þú hefur gefið okkur. Við biðjum þig að blessa þau sem ekki hafa vinnu og eru áhyggjufull yfir komandi vikum og mánuðum. Takk Guð fyrir að við megum leita til þín í gleði og sorg. Þú veist hvað við erum að glíma við og hverjum við höfum áhyggjur af. Blessaðu það. Amen. Kæri Drottinn, vertu með þeim sem eru að glíma við sjúkdóma og veikindi. Leystu það sem þau eru föst í klóm fíknar. Róaðu huga og ættingja og vina sem hafa áhyggjur og kvíða. Blessuðu þau öll. Góði Guð, takk fyrir trampólín og takk fyrir sumarið. Þetta er síðasti þáttur helgar stunda eða helgra stunda eftir því hvernig á það er litið í bili. Næstu helgi ætlum við að hefja helgihaldið aftur að nýju og opna dyr kirkjuna fyrir fólki sem vil sækja það. Við ætlum að byrja sunnudagaskólann og það sem að börn eru undanþegin 2 metra reglunni, þá mega þau koma bara eins mörg og þau vilja, en hins vegar óskum við eftir því að það fylgi ekki nema hámark 1 fullorðinn með hverju barni. Við erum í 2 metra reglunni ennþá. Svo kvöldið þá ætlum við að vera með sálma, lofgjörðar og bænaflæði. Þetta verður svona helgistund sem verður svona alltaf stoppa inn á milli og ef að þið mætið það mörg að það eru of margir fyrir stundina þá svona hleypum við inn í hollum. Þannig að það er alveg hægt að koma á slaginu klukkan 8 þegar stundin hefst og ef þú ert þá of seinni eða of sein þá þurfum við ekkert að bíða neitt lengi eftir því að komast inn í kirkjuna. Það fá allir sitt. Við sjáumst á næsta sunnudag. Friður Guðs sé með ykkur. Takk.